11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti. Mig langar að lesa fyrir þingheim grein úr siðareglum ráðherra. Með leyfi forseta, grein 6.3. Ráðherra leynir ekki upplýsingum sem varða almannahag nema lög bjóði eða almannahagsmunir krefjist þess að öðru leyti. Ráðherra ber að hafa frumkvæði að birtingu slíkra upplýsinga sé hún í almannaþágu. Og þá í kjölfarið vil ég vekja athygli á svari sem ég fékk frá fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn minni birtingu gagna. Þar sem ég spurði hvenær fór fram mat á því hvort að efni skýrslu eignir Íslendinga á aflandssvæðum varðaði almannahag sem bæri þá að birta samkvæmt siðareglum ráðherra. Og svarið var, með leyfi forseta, skýrsla eignir Íslendinga á aflandssvæðum var unnin af frumkvæði Bjarna Benediktssonar fjármála- og efnahagsráðherra. Birting hennar var því algerlega án utanaðkomandi kvaða eða mat á því hvort þær ættu við samkvæmt siðareglum. Það með öðrum orðum verið að segja að ef ráðherra gerir eitthvað að frumkvæði þá þurfa hann ekki að fara til siðareglum. Ég get eiginlega ekki lagt nógu mikla áherslu á það hversu fáránlegt þetta svar er. Að slíkt mat einmitt átti ekki við hvort að upplýsingar sem að ráðherra hafði undir höndum vörðuðu almannahag eða ekki. Það skiptir ekki máli hvort að ráðherra kallaði eftir upplýsingum af frumkvæði eða hvort að Alþingi kallaði eftir upplýsingunum. Að sjálfsögðu ef þær varða almannahag þá á að birta þær eins og segir í siðareglum ráðherra að frumkvæði ráðherra eins fljótt og hægt er. Þetta er, tel ég, mjög alvarlegt mál. Siðareglur ráðherra eru ekkert léttvægar. Það er búið að reyna að koma þeim í gegn og í gagnið í mjög langan tíma og þær eru mjög góðar með það sem ég hef lesið og það er sem sagt svona athugasemdir sem hafa komið á þær. En það að fara eftir þeim, það er ekki nóg að hafa þær, það þarf að fara eftir þeim og þetta svar finnst mér vera svo mikil hneisa og vanvirðing á siðareglunum að ég skil ekki hvað fjármála- og efnahagsráðherra er að gera í þessu sæti almennt alla daga. Virtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, tekur nú til máls. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að vitna í orð formanns Öryrkjabandalagsins, Þuríðar Hörpu Sigurðardóttur, sem í viðtali í gær sagði, með leyfi forseta: Það virðist vanta skilning að því að það er ekki hægt að skilja þennan þjóðfélagshóp eftir enn eina ferðina í góðærinu. Formaður Öryrkjabandalagsins, líkt og við í stjórnarandstöðunni, bjóst við að í hinni nýframlögðu fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, sem er áætlun til 5 ára, yrði með skýrum hætti tekið á því megna óréttlæti sem króna á móti krónu skerðingin er. Allir flokkar hafa fjallað þetta kerfisbundna ofbeldi sem beinist gegn einum þjóðfélagshópi. Meira að segja má finna þetta fjallað í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins, hvort sem þið trúið því eða ekki. Einn tiltekinn hópur má ekki fara út og afla einnar einustu krónu án þess að það skerði þann lága lífeyri sem þeim er skammtaður. Ég leyfi mér að fullyrða að ekki nokkur einasti háttvirtur þingmaður myndi láta bjóða sér viðlíka framkomu. Öll erum við sammála mikilvægi virkni fyrir þennan sama þjóðfélagshóp, en stjórnvöld virðast ekki fyrir nokkurn mun geta leiðrétt þessa refsingu sem hún hefur lagt á öryrkja. Í fjármálaáætlun er með leyfi forseta sagt að stefnt sé að afnámi krónu á móti krónu skerðingu, en þegar aðgerðir og tímasetningar þeirra eru rýndar sjást þess hvergi merki að ætlunin sé að fara í þetta á næstu 5 árum. Því vil ég leyfa mér að vitna í hæstv. Forsætisráðherra með leyfi forseta, sem sagði réttilega hér á þingi síðastliðið haust: Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk að bíða eftir réttlæti. Hún hefur nú valdið og hvet ég hana til að láta efndir fylgja orðum. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, tekur nú til máls.
Virðulegur forseti. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra stendur í stórræðum þessar mundir. Í gær stóð hún hér í þessum ræðustól og lét á sig skilja að samningatregða ríkisvaldsins við ljósmæður sé vegna þess að þær eru í sérstöku stéttarfélagi sem raunar er 100 ára þessar mundir. Á öðrum vettvangi stendur hæstvirtur ráðherrann ásamt öðrum að því að segja upp samningum við Hugarafl, samtök sem náð hafa eftirtektarverðum árangri í því að hjálpa fólki sem á við geðræn vandamál að stríða, hjálpa þessu fólki í sínu bataferli með öðrum aðferðum en lyfjagjöfum og hefðbundnu sambandi læknis og sjúklinga. Ekki verður betur séð en að átt hafi sér stað nokkur sinnaskipti hjá hæstvirtum ráðherra í málefnum Hugarafls, en á síðasta kjörtímabili spurði hún þáverandi hæstvirtan heilbrigðisráðherra út í fyrirhugaðar lækkanir á framlögum til samtakanna sem hún var augljóslega ósátt við og hafði þau orð þá að samtökin, með leyfi forseta, markaði sér mikla sérstöðu á Íslandi. Þessi mikla sérstaða skal nú rofin. Nú sjá samtökin Hugarafl fram á að 15 ára samstarfi þeirra við heilsugæsluna verði rift og þegar beðið skýringar verður fátt svör. Aðstandendur Hugarafls sjá þetta sem stofnanavæðingu og kerfisvæðingu á starfsemi sem hingað til hefur verið rekin á jafningjagrundvelli. 800 manns missa þar með þá þjónustu sem þeir hafa notið og vita ekki hvað við tekur. Þetta fólk sem telur sig vera á batavegi í því umhverfi sem Hugarafl hefur búið í. Eins og Grétar Björnsson, sem veiktist ungur á geði, sagði í morgunútvarpi Rásar 1 í morgun, með leyfi forseta: það sem er í húfi er mitt öryggisnet.